komin aftur, gestirnir okkar eru farnir, við sitjum inn eftir bræðurnir, Sigurjón sem komin í símann. Já, fyrir það. Ég var að fá áreynda skilabóð bara. Já, þetta var fjöru og góð umræða, skrifar ykkur á netið. Ég var svona að velta fyrir mér að því að það var í gær, að það var sendur út 1000. þátturinn af Rauðaborðinu. Já. Sem náttúrulega stórmerkileg tíðindi. Ég segi það nú ekki. Jó, hér hefði átt að vera rjóma, terta og kakó. Já, Bergsveinn Birgisson, rithöfundur og fræðimaður og strandamaður, kom í helgispjall í gær, talaði við hann. Já. Mjög áhugavert að tala við hann. Var það 1000. þátturinn? Það var 1000. þátturinn. Hann var á því að hann ætti að fá verðlaun. Fyrir að bíða svo lengi? Nei, að vera 100.000 gesturinn kannski, eða viðskiptavinnin í bónus og þú kannast við það stundu fá viðskiptavinninni. En þetta var náttúrulega 1000. þátturinn. En ég fór að veltaði fyrir mér að því ég hætti að telja gestina, ég man að það var komið yfir 5.000, en það var fyrir einhverjum síðan. Þannig ég myndi halda að gestirnir sem hafa komið hingað að Rauðaborðinu séu svona 7.508.000. 7.508.000. En þetta náttúrulega ekki allt sami flokkurinn, allt sami þátturinn. Hann byrjaði, ég hef stundum sagt þetta, hann byrjaði rétt fyrir COVID og þá vorum við búin að stilla upp svona stúdíói, pínlillu, í vinnustofu listamanns sem við fengum lánað. Svo kom COVID og að því Ásgeir Brynjar var ég held að hann hefði komið í annað þáttinn og hann kom inn í þetta stúdíó, þessa vinnustofu með grímu og ég hef aldrei séð það áður. Þá var hann að koma frá Evrópu og hann talaði svolítið þennan faraldur. Og mér fannst það svolítið skrítið hann lagði mikla áherslu á þetta. En svo kom fyrsti greindist á Íslandi bara stuttu seinna og svo fór þetta allt í gangi eins og allir vita og þekkja. Og þá fluttum við okkur yfir í á Zoom af því að gestir gátu ekki komið í þetta stúdíó sem var eiginlega ekkert stúdíó, þetta var 2-3 kamerur og Bogi Reynisson átti eitthvað svona mixer sem hann var með, þetta var, ég hef sagt að við byrjaði í eldspýtustokki, þetta var svo mjög fátæklegt. En af því að fólk gátu ekki komið, þá fórum við yfir og tókum upp umræðu þetta á Zoom á sama tíma og allar sjónvarpsstöðvar út allan heim voru þurftu að gera það sama. Þannig að CNN og allar þessar stöðvar voru bara meira og minna með viðtöl í gegnum Zoom. Þannig þannig gátu við allt í einu í þessari vinnustofu. Þetta leit ekkert svo mjög ólíkt út heldur að þeir sem voru með margra milljarða króna stúdíó. Þannig það var svolítið skemmtilegt. En svo var það líka þannig að á þessum tíma þegar vissi ekki alveg hvað faraldurinn var, hvað þetta var umverulega, er þetta bara eins og svartidauði eða hvað er þetta? Og það náttúrulega var lokað samfélaginu hér og erlendis og fleira og fólk vissi ekki hvort þetta einhver langvarandi kreppa og myndi Ísland bara sökka ofan í sambærilegt hrun og var 2008. Þannig að við vorum eiginlega á svona núllpunkti og óvissu tíma í öllum málum. Og það þróaði svolítið svona annars konar samtal þar sem að þú ert eiginlega með stöðu þar sem að þú getur ekki sagt bara viltu fara í Evrópusambandið eða ekki heldur ertu á svona miklu svona óljósari stað eins og að þetta er eiginlega áður en að kemur valkostinni koma fram og það þróaði svona ákveðin svona umræðu hefð sem að ég held að sömuleyti hafi haldið af því að við vorum með spjall í 2 hollum á undan og ég var svolítið að velta fyrir mér á meðan það var að mörguleyti er þetta alltaf öðruvísi spjall heldur en í öðru þáttum á öðru stöðum. Þetta er og maður finnur það líka þegar fólk kemur hingað. Það kemur með svona annars konar væntingar, það er meira til í að tala svona einmitt á þessu eins og við séum í sameiginlegu verkefni frammi fyrir húsnæðisvandanum og vera að velta svona upp. Frekar heldur að menn séu að selja einhverja eina niðurstöðu frammi fyrir aðra. Þannig að hugsaði þetta með við vorum að því að eina svona kenningum mínum í fjölmiðlum er að fjölmiðla séu svona stefnumót
það sem við sem erum búið til efni hittum viðmælendur okkar en síðan hittum við líka áhorfendur og lesendur og sömuleyti í COVID þá voru allir lokaðir heima og þá gæstu verið með spjall á Zoom sem að tók rúma klukkutíma sem að engum hefði dottið í huga væri boðlegt áður og þá kemur í ljós að það bara vel hægt. Það hefði reynda verið í Bandaríkjunum verið svona lengri podcast sem hafði komið þá fram að var ákveðin svona eftirspurn eftir að í staði fyrir að allt sé búið að klippa niður í bara þú þekkir þetta þegar kemur einhver sérfræðingur inn í settið á RÚV og fær eina spurningu og má svara á 1 mínútu og 10 sekúndum eitthvað mál eða þú veist eins og Kastljósi sem ætti að vera svona flaggskip í umræðu á RÚV kannski hver umræða fær kannski korter að í þessu löngu podcastum sem þróuðust fyrst í Bandaríkjunum kemur í ljós að fólk var bara mjög viljugt að hlusta bara á miklu lengri mál þannig að það gerðist líka þarna að kannski hefðu við aldrei haft samtölum okkur svona löng ef ekki hefðu verið fyrir COVID og hlustendurnir okkar. Ég man í gamla daga þegar við vorum í blöðum og svona sagðum að stundu við þegar blaðamaður kom með eitthvað svona allt og langt viðtal þá sagði maður eitthvað, já þetta er gott viðtal fyrir fótbrotna. Þá var að meina það væri eiginlega bara fótbroti fólk sem lægi upp í rúmi sem hefði tíman í þetta af því að þú gefur ekki öðru meira rými. En ég held að svona óvart þá hefur við uppgötað að það ekki þannig. Það fólk vill hlusta lengri samtal. Ég hef heyrt það líka hjá gestum okkar sem hafa kannski farið á þú veist á Vísi og Stöð 2 og RÚV og allar rásir RÚV og svona allir að segja það að það er svo merkilegt að ég gerum ekki ráð fyrir að það séu fleiri að hlusta á ykkur heldur en þessar stóru stöðvar og þannig það ekki. En þegar ég kem til ykkar að þá verði fyrir miklu meiri áhrifum. Það var fólk að minnast alltaf á viðtalið sem var hér. Og það held ég að sé vegna þess að það er öðruvísi viðtal. Já, en líka þau eru lengri og þú veist að ég hlusta okkar viðtal við einhvern í og það er farið svolítið svona djúpt og ég skil eiginlega afstöðu, ég skil ekki bara hvað hann er að segja og skoðun hans, heldur skil ég líka ákvörðan með þessa skoðun og ákvörður hann byggir hana og hverjir eru svona helstu andmælin við henni og hvernig hann svarar því og ef ég hlusta á það, þá hefur það miklu meiri áhrif á hlustandan og áhorfandan heldur en ef ég heyri bara eitthvað 7 mínútna bút þá bara fer það fyrst ég heyri svo mikið þannig að einhver leyti þá hefur þróast svona sérstök hefð og svo eitt sem er eiginlega eldra heldur en samstöðin að einu sinni þá gerðum við þætti og útvarpið sögu Arnþrúður hringdi í mig og spurði hvort ég vildi leysa sig af og ég fekk þig til þess að hjálpa mér af því að þú varst vanur útvarpsmaður og ég hafði bara verið með pistla og verið viðmælandi og svona og þá að því að við erum tveir að þá þurfum við að hafa svolítið svona sikkert stílinn svolítið, þú kemst með þeir sem hafði mótað í Sprengisandi og þína reynslu þannig að ég kom inn og ákvaða að því að þetta var eftir 2016 þegar Trump náði völdum og þá var ég svolítið sem gamall blaðamaður að velta fyrir mig hvað hefur gerst og einhver leyti þá upplifði það að þær dómkirkjur fjölmiðlunnar sem við höfum alist upp inn í það var eiginlega allar hrundar og við þurftum eiginlega bara að fara út á mörkin einhvern veginn að finna þú veist hvernig blaðamenn geti lifaði á þessum 9 tímum og fór þá að skoða hvernig fjölmiðlar höfðu verið áður en að verður þessi auglýsingamarkaðurinn rent undir fjölmiðlunna og þá voru menn að gefa út bara svona sín málgögn og eitthvað fleira þannig að svona hugmyndir fagmennsku blaðamannsins þannig hann kæmi fram og þú vissir ekkert hver hann var þetta talaði hann svona bara með með sjónarmið einhvern veginn á ofan eða þú veist að maður velti fyrir þetta er eiginlega bara farið þannig að ég get ekki predikunarstóllinn þar sem að blaðamaður kemur fram og segir sannlega segir yður í fréttum þetta helst hann er farinn þannig að ég ákvað að koma inn í þessa þætti sem bara með mína skoðanir og
og var líka að hugsa svo, já, kannski eigum við ekki að taka viðtöl, kannski eigum við bara að búa til samtöl, af því að viðtal kannski, ef að predikunarstóttin farin og svona stofnunin, fjölmiðlarnir er feiskin og búin og brotin, að þá höfum við kannski ekki svona autoritetið til þess að kalla fólk inn í viðtöl eins og við séum hvað löggan eða eitthvað. Þannig að þá fór ég að leika mér að því að vera svona meiri þáttakandi í samtölunum og ég man að þú benti mér á þetta áður ég fattaði þetta, að þetta, þú sagðir einhvern veginn svona, já, þetta kannski ekki alveg viðtöl hjá okkur, þetta svona meira eins og samtöl. Og þannig að ég tók það svolítið með mér inn í Rauðaborði líka. Ég mælti með því að þú seldir þeim stíl áfram. Já, þannig að þú ýttir því svolítið áfram. En ég held að þetta sé, þú veist, ég er ekki að segja að allir eigi að taka þessa ákvörðun, en ég held að það sé mjög skiljanlegt og sömuleyti sér þetta í öllum þessum podcastum, þar sem að stjórnendurnir sem að gamli blaðamenn vilja kannski segja sé ekkert blaðamenn af því að þeir tala sjálfur, þú veist, fari ekki í sloppinn og láta eins og sé ykkur hlutverki, þeir eru bara með sínar eigin skoðanir. Að sömuleyti held ég þetta liggja einhvern veginn bara í tímanum. Já. Þannig það er eitt af þessu sem hefur verið að formast hérna. Og svo hefur þetta náttúrulega vaxið út úr þessum eldspýtustokk og við höfum fengið fjölmargir sem hafa gert áskrifundur sem verður að styðja okkur í því að byggja þetta upp. Og það er pláss fyrir fleiri. Já, ég var að hugsa það því að við var að skoða ársreikningarna frá því síðast ári, þar sem að veltan var eitthvað 64 milljónir pluss, hafði verið held ég 36 held ég, neða 34 ári, vöxturinn var allavega 84% á milli ára. Þá fór ég að hugsa, ef við getum kannski safna áskriftum þannig við hefðum kannski 3 eða 4 fleiri stöðugildi hérna, mikið rosalega getum við gert stórkostlega hluti. Því að sömuleyti höfum við gert náttúrulega ótrúlega margt úr litlu. Já, og mér finnst nú bara tilefni til óskaðir til hamingju með þátt númer 1000. Já, ég náttúrulega skrópaði í nokkra þætti. Nei, stöðin, sko. Já. En það munaði litlu að, þú veist, ég hefði verið hérna alltaf, en ég tók mér veikindafrí í flensu einsunni og svo fyrst var það þannig að ég þurfti að sinna fjölskyldunni og þá hringdi ég í konu út í bæ og spurði hana hvort hún var ekki til að taka eitt þátt að því ég gæti ekki brugðist fólkinu mínu með því að mæta ekki í svona fjölskyldu veislu og hún sagði já, þetta er hún Lóa Björk sem núna sér lestina þannig hún kom og meðan við vorum ennþá í vinnustofunni þá kom hún og var með eitt þátt en eins og langmestu leyti hef ég verið í þessu. Og svo náttúrulega einu sinni var þetta bara ein umræða, en núna Rauðaborðið, oftast held ég 5 viðtöl og fyrir framan það núna komið fréttatími, þar sem við erum að þróa, nýja útgáfu af því að segja fréttir. Sem við fáum mikið lof fyrir. Já, sem að... Já, það gerir það. Já. Skrifa svo ótrúlega bara að það geti hægt að horfa og hitt þetta gerir svo hratt hjá ykkur mikið betra. Já, þessum að hugmyndin er að við tökum af okkur að horfa fréttinnar og endursegja þær síðan með okkar lagi og með einhverju svona samingi með að vísi eitthvað sem að mér finnst vera það sem vantar í fréttinnar og ég held að svona kvöldfréttatíma RÚV og Vísis og Bylgjunnar og Stöð 2 að það séu svikin þeirra, þau segja bara atburðina en svíkja okkur svona innihaldið og samingi fréttana og það sé ástæðan fyrir því að fólk á í erfiðleikum að horfa á fréttinar því að það heyri bara einhverja myrkanir sem bara slæma fréttir en fær svona ekki það er svona kenningin en svo er þetta líka bara leikur á því að búa til fréttir innan úr podcasti að því að við sitjum hérna bara 3 og mælum frá fréttinar og en svo reynum við að lesa fréttir víðar, við lesum erlendafréttir og erlend blöð og reynum að draga inn svona það sem var að gera þannig þar. Alheimsfréttir á samstöðinni. Herðu, að því við tölum svo mikið pólitík hérna í fyrirlutunum að þá ákveði að segja þér frá Rauðaborðinu, 1000 þættir. En við
látum þetta bara duga í dag, ekki? Jú, ekki bara Já, ágætt. já, Þetta er búin að vera fínt áttur, góði gestir sem mjög komum í góðir. dag. Já. Og ég er mjög það er alltaf kröftu umræða sem að verður í okkar þáttum og líka bara við rauðaborðið. Og það er ekki, og fólk kemur nefnilega tilbúið. Það er, fólk heldur að við séum eitthvað svona snjöll eitthvað í að spyrja eitthvað. Aðalatrið það, því þetta er svona eins og stefnum út. Fólk kemur oft svona tilbúið til þess að koma og tala eins og fólk gerir á samstöðinni. Og það er náttúrulega... Og stundur byggðu fólk orðið svona og kemur þá með beint ofan í það sem var verið að ræða og þetta bara verður... Fer umræðan, fer bara eitthvað. Stundu sittum maður og tekur enga þátt. Þess og ég held að það hafi verið seinni hlutinn af vikuskandinum að þá gekk þetta bara á milli fólks á fyrstu. Já, ég er búin að hlusta á þetta. Herðu, en takk fyrir samfélgin í dag. Þakka Pétri Fjellsteð sem að ég kallaði víst Pétur Blöndal á fyrstudaginn. Ég var honum eitthvað aðeins á þreyttur og kallaði hann Pétur Blöndal. En hætti Pétur Fjellsteð. Og við þakkum náttúrulega gestur sem hingað komið, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru þið sem hafi byggt upp dreifikerfið. Við höfum aldrei gert það með öðrum hætti heldur en þeim að bíða eftir að þið segja vinum og vandamennu frá efni sem ykkur líkar. Og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Nei, undir nafni Samstöðurinnar, en í hlaðvarsveitum, öllum hlaðvarsveitum, undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum komin í útvarpið á Stórhöfuðborgarsvæðinu yfir númer 89,1 á FM, en það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann, spilari.is er á netinu, svo spilar líka app sem maður má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar ístakar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma. Það eru númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabarkerfin suður með sjó og kannski að ég veit ekki, menn önnum fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptaunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í svona mails, í rauðaborðinu og öðru þáttum samstöðurinnar. Það sem drífur samstöðinu áfram, eins og ég bent á hérna áðan, er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það eru þeir sem gefa okkur afl til þess að halda samstöðinu gangandi og byggja hann upp. Ef að þú ert á því að það sé mikilvægt að hafa samstöðun í íslensku samfélagi, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, þannig hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem er grunn áskriftin. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið nóg í bili. Við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, þá var það fréttir, en njótið þess sem eftir af helginni. Takk fyrir mig.